nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Biðjum. Himneski Guð, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa okkur að syrgja ekki eins og þau sem ekki hafa vonina. Hjálpa okkur að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri vonum upprisu og eilíft líf. Látt okkur minnast þess að þú telur dagana okkar, svo að við mættum öðlast viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessað okkur þessa stund í helgidómi þínum og látt okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð, hjá Jesaja stendur skrifað. Því svo segir hinn hái og upphafni, sem ríkir ævinlega og ber nafnið heilagur, ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá iðrunarfullum og þjökuðum í anda, til að glæða þrótt hinna lítillátu og styrkja hjarta þjakaðra. Ég sá hvaða veg þeir gengu, en vildi lækna þá og leiða, og veita syrgjendum þeirra huggun. Ég skapa ávöxt varanna, friður, friður þeim sem er fjarri, og þeim sem er nærri, segir Drottinn. Ég lækna þá. Amen. Og heyrum einnig þessi orð Páls postula úr Efesusbréfinu. Ég bið Guð Drottins vors Jesú Krist, Föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar, svo að þið fáið þekkt hann. Ég bið Guð að upplýsa sálarsjón ykkar, svo að þið sjáið hver sú von er, sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrlega arfleið hann ætlar okkur,
meðal hinna heilugu og hve kröftuglega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setja sér til hægri handar á himnum, ofar hverri tign og valdi og mætti, ofar öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessari veröld og í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líkami hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sæl eru þau heyra og geymi í hjarta sínu. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlusta á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinunum aftur upprisinn og þá við Tíberíasvatn. Hann birtist þannig. Þeir voru saman Símon Pétur, Tómas kallaður Tvíburi, Natanael frá Kana í Galileu, Sebedeusynirnir og 2 enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá, drengir, hafið þið nokkurn fisk? Þeir svöruðu, nei. Hann sagði, kastið netuna hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. Lærisveinninn sem Jesús elskaði segir við Pétur, þetta er Drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri Drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fáklæddur, og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land, sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé fyrir Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér saman komin til að fylgja til hinstu hvílu Ólafi Friðbjarnarsyni. Þegar við kveðjum Ólaf sem alla ævi sína var sjómaður, þá við hæfi að gaumgjafa frásögnin af því þegar Jesús birtist lærisveinunum upprisinn við Tíberíasvatn. Hann kallar til þeirra: Drengir, hafið þið nokkurn fisk? Síðan bendir að þeim á hvar fiskjar væri von. Og net þeirra fylltust þá af fiski. Ólafur Ingvar Friðbjarnarsson, eins og hann hét fullu nafni, var fæddur hér fyrir norðan Djúp í Sútarabúðum við Grunnavík. Bærinn stendur skammt frá sjónum, þar sem bátarnir voru dregnir upp í grýtta fjöruna. Í víkina miðja rann áin sem streymdi fram eftir dalnum miðjum og maður getur alveg séð fyrir sér Ólaf ganga niður af sjó og segja þessi orð: Drengir, fenguð þið nokkurn fisk? Jarðirnar hér við Ísafjarðardjúpið voru alla tíð smáar og bústofn bændan ekki stór. Þess vegna lifðu fjölskyldurnar einnig á veiðum og þá sérstaklega á því sem dregið var á færi úr sjónum. Og sjómennskan var Ólafi í blóð borin. Það voru ákveðin orð og orðatiltæki sem oft hnutu af vörum Ólafs: Maður minn. Og ef hann var hrifinn af einhverju verki þá átti hann til að segja: Já, sjáðu til, þessi drengur. Ströndin hinum megin við Djúpið. Þetta gæti verið líking fyrir himnaríki, eilífðina, sem handan lífs og dauða. Og nú sú stund komin í lífi Ólafs að hann komin yfir djúp lífsins og þá kallar Jesús á hann að koma til sín. Í Guðspjallinu var sagt frá því að þegar lærisveinarnir komu í land til Jesú, þá bauð hann þeim grillaðan fisk og brauð. Þegar Ólafur Friðbjarnarsson kemur til himna, þá verður þar veisla. Og þá munu ástvinir hans, sem þangað hafa farið og undan honum yfir móðuna miklu, þau munu samfagna honum og gleðjast með honum. Og þetta það sem kirkjan boðar. Þegar hún talar upprisu og eilíft líf, boðskapurinn sá að ástvinir verði saman á ný í eilífðinni hjá Guði. Og í þeirri von kveðjum við hér í dag góðan mann. Við skulum rifja upp liðna daga. Ólafur Ingvar var sonur hjónanna, Friðbjarnar Helgasonar og Sólveigar Steinunar Pálsdóttur. Var hann einn af 10 sonum þeirra, en auk þess átti Friðbjörn 5 börn með fyrri konu sinni, Ragnheiði Veturliðadóttur. Þetta var sem sagt barnmargt heimili. Ólafur var sá 7. í röð 10 albræðra. Hann var fæddur á Sútarabúðum í Grunnavíkurhreppi þann 22. júní árið 1931. Þessum afmælisdegi deildi hann með 2 bræðrum sínum, þeim Halldóri og Ninna, en Ninni mun víst hafa heitið Kristinn Pétur. Af þessum 15 barnahópi einungis á lífi í dag 2 yngstu bræðurnir, þeir Eiríkur og Kristján. Þeir kveðja bróður sinn með söknuð í hjarta. Ólafur var á sínu 94. aldursári þegar hann kvaddi þennan heim. 94 ár eru langur tími og sú veröld sem Ólafur ólst upp í var allt öðruvís en sá heimur sem ungt fólk þekkir í dag. Fyrir það fyrsta, þá var Ólafur fæddur í Torfbæ. Vatni kom ekki úr krana, heldur sótti fólk vatn í lækin eða ána.
og allt var þegið á bretti upp úr köldu árvatninu. Ólafur mundi það þegar hann var 6 ára. Þá flutti fjölskyldan úr torfbænum yfir í nýtt íbúðarhús sem var steinsteypt með timburþaki. Hann hélt sjálfur á sænginni sinni og koddanum yfir í nýja húsið. Þarna í sveitinni var farskóli, enda nær Grunnavíkurhreppur alveg yfir á Strandir. Kennarinn var 1 til 2 mánuði á hverjum stað og börnin fluttu svo á milli staða. Þegar skólinn var í Reykjarfirði á Ströndum, þá smíðuðu þeir bræður sér gönguskíði til að ganga yfir Skorarheiðum hávetur. Þeir smíðuðu sér skíðin sjálfir, því enginn var búðinn í Grunnavík og efnin lítil. Þarna vandist Ólafur því að vera sjálfbjarga og sjálfum sér nægur alla hluti. Ef einhver hlutur bilaði eða gekk úr sér, þá var annaðhvort að gera við hann eða smíða sér nýjan. Ólafur fór ofta að heimsækja afa sinn og ömmu og Höfða í Jökulfjörðum. Þau hétu Páll Halldór Halldórsson og Steinunn Jóhannsdóttir og það þótti ekkert tiltökumál að hraustur strákur gengi þessa leið. Friðbjörn, faðir Ólafs, var bráðkvaddur út á túni, þar sem hann var við vinnu með sonum sínum. Bræðurnir báru hann heim og hann var jarðsunginn frá Staðarkirkju. Sólveig, móðir þeirra bræðra, bjó áfram í 2 ár á Sútarabúðum. 1948 ákveður hún að flytja til Rebekku systur sinnar í Bæjum á Snæfjallaströnd. Flutti hún þá inn í Hólshús. Búslóðin var flutt á trillu sem þeir bræður áttu og höfðu þeir sett á hana skammdekk til að auðvelda sér flutningin, enda engir bílvegir eða bílar á svæðinu. Og það í raun merkilegt að það sé ekki lengra síðan en ástandið var svona við norðanvert djúpið. Sólveig átti heim á Snæfjallaströndin í 9 ár en þá flutti hún með 6 drengi í Hnífsdal og settist að í húsinu Felli. Ólafur var rétt undir 20 þegar hann réð sig á síðutogarann Sólborgu sem gerð var út frá Ísafirði. Páll, bróðir hans, var þar bátsmaður og kann það hafa ráðið nokkru að hann fékk þar pláss. Á þessum árum settist Ólafur á skólabekk og tók hann bæði vélanámskeið og stýrimannanámskeið, enda búinn að ákveða hvert ævistarfið yrði. Í þá daga voru smíðuð skip hér á Ísafirði. Skipasmíðastöð Marselíusar Bernharðssonar var að byggja tréskipið Rán og Ólafur tók þátt í því að setja niður vélina í bátinn og fór hann svo á sjó sem vélamaður á þessum báti. Ástin bankar oft upp á hjá fólki og eftir tvítugt. Í Hnífsdal kynntist Ólafur góðri stúlku, Guðmundu Jónu Benediktsdóttur. Þau Ólafur og Guðmunda gengu í heilagt hjónaband þann 10. október árið 1964. Á þessum árum var mikill uppgangur í Hnífsdal og mörg hús í byggingu. Þau Ólafur og Guðmunda fengu lóð á Heiðarbraut 3 og ákváðu þá að reisa sér þar einbýlishús. Eitthvað var lítið til að timbri og byggingarefni á Ísafirði, en Ólafur dó ekki ráðalaus frekar en fyrir daginn. Hann fékk lánaðan bátinn Rán og sigldi suður á honum til að kaupa timbur, sement og aðrar byggingavörur. Og báturinn kom drekkhlaðinn tilbaka, því ýmsir nágrannar fréttu af ferðinni og báðu hann að ná í fyrir sig eitt og annað. En Ólafur var, eins og þið þekkið, afskaplega greiðvikinn maður. Og það auðvitað gott að gera nágrönnum og vinum sínum greiða. Gamall nágrann af Heiðarbrautinni, hún Gerða Vaxdóttir og hennar börn, votta ástvinum Ólafs samúð sína og þau minnast Ólafs með hlýju og þakklæti. Ég ætla að segja aðeins frá börnunum 3 sem þau Guðmunda og Ólafur eignuðust. Benedikt elstur, hann kvæntur Ásdísi Kristjánsdóttur,
Þau eiga 3 börn, Andreu, Heiðar og Anton. Andrea trúlofuð Kristján Flóðström og þau eiga Emblu Dís Kristjánsdóttur. Heiðar í sambúð með Hjördísi Þóru Birgisdóttur, Anton í sambúð með Þorbjörgu Önnu Gísladóttur. Ingibjörg í miðið, 4 árum eldri en Benedikt, hún búsett út í Osló í Noregi. Smári yngstur, anenkvæntur Esteri Ósk Arnórsdóttur, þau eiga 3 börn, Ardís Ósk elst, hennar maður Eggert Þorbjörn Böðvarsson, þau hafa nýlega eignast barn sem fæddist degi áður en Ólafur dó. Arnór Óli í miðið, hans kærasta Þórhildur Ósk Snædal, Aníta Ólöf yngst. Þau Ardís Ósk og Eggert Þorbjörn kveðja úr fjarlægð, þau eru með nýfædda barninu sínu fyrir sunnan. Það var gott að búa í Hnífsdal. Þetta var heimabær Guðmundu og nokkrir af bræðrum Ólafs og fjölskyldur þeirra áttu heima í dalnum. Var mikill samgangur milli heimilanna og fólksins og börnin nutu frjálsræðis. Sumt fólk eins og til að mynda Bogga, tengdamóðir Ólafs, voru með kindur. Reyndar sagðist gamla kona vera með þessa kindur fyrir barnabörnin sín. Ólafur sló túnið fyrir Boggu og hann sló með orfi og ljá og reyndar sló hann líka túnið umhverfis húsið sitt með orfi og ljá. Og þegar maður gerir það þá hægt að slá alveg niður við rót ef maður hefur tæknin á valdi sínu. Það er merkilegt eins og hann Ólafur var mikill vélamaður og grúskari. Hann skildi alltaf slá með orfi og ljá. Honum voru gefnar 2 sláttuvélar, en hann kom þeim bara fyrir í bílskúrnum þar sem hann geymdi einnig verkfærin og kortínuna. Einu sinni þá gaf þvottavél Sólveigar móður hans upp öndina, en í stað þess að kasta mótornum á haugana þá gerði Ólafur við þvottavélamótorinn og notaði hann til að knýja sög. Já, það lék allt í höndunum á þessum karli og þarna niðri við sjóinn í Hnífsdal var hann með skúr og bát. Í annað sinn sýndi Ólafur börnunum sínum bát sem var á lengd við borðplötu og var með litlum mótor í. Þennan bát hafði Ólafur smíðað þegar hann var 13 ára gamall í Grunnavík. Hann smíðaði hann úr dóti sem rak upp í fjöruna. Af þessu hafði hann leikið sér og nú var þetta gaman barnanna hans. Ég flyt hér hjartans samúðarkveðjur frá Indriða Óskarsinni, þá eru hugheilar samúðarkveðjur til aðstandenda frá Grétu Gunnarsdóttur og Þráni Eyjólfssyni og einnig eru samúðaróskir frá þeim frænkum Margréti B. Gunnarsdóttur og Elínu B. Þráinsdóttur. Ólafur var sjómaður allt sitt líf. Hann var lengst af á línuveiðum og líkaði það vel. Hann var til sjós á Ráninni fyrstu árin, en svo var síldarbrestur og þá var sábátur seldur. Þá var hann á bátnum Mínmi sem gerður var út frá Hnífsdal, bæði þeim litla og eins þeim stærri. En lengst af var hann stýrimaður á Víkingi 3. sem gerður var út frá Ísafirði í mörg ár og svo fór hann á Guðnýju IS. Og það var þá eftir það sem Ólafur lýsti yfir að hann væri hættur til sjós, því nú var hann að fara á togarann Guðbjart. Það fannst honum í raun ekki vera alvöru sjómennska. Enda eru togararnir stórir og vel útbúnir tækjum og ýmsum þægindum. Og sjálfsagt hefur okkar manni þótt hann vera komið langt frá litlu bátunum og trillónum sem hann byrjaði að róa á frá Grunnavík. En það hætti hann fljótlega á Guðbjarti. Ólafur þótti duglegur sjómaður. Hann var með gríðar stórar hendur, vinnu hramma, enda firna sterkur. Einu sinni reif hann mann upp úr sjónum, greip í hann með annarri hendinni, hélt honum föstum og dró hann svo inn fyrir borðstokkinn. Honum féll sjaldan verk úr hendi. Þegar hásetarnir sátu í frípásu í lúkarnum að kjafta og drekka kaffi,
Það var okkar maður stundur undir hvalbakkanum að smíða og undirbúa eitt og annað. Ef hann sá það vantaði stati fyrir hnífana, þá bjó hann það bara til. Því hann var alltaf sjálfbjarga, alltaf sjálfum sér nægur og duglegur. Ólafur var á sjó í meira en hálfa öld og vertíðarnar voru miklu fleiri en 50 talsins og hann var á sjó fram yfir 70. Undir það síðasta var hann í afleysingum. Hann var sannur sjómaður sem lagði sig einnig fram við að kenna yngri mönnum réttu handbrögðin. Og stundum sigli ég blíðan byr og bræðra samfylgd þá hlýt ég. Þessar ljóðlínur standa í gömlum sjómannasálmi. Ólafur Friðbjarnarson var gæfumaður í sínu lífi. Hann átti eiginkonu og börnum hans farnaðist vel og hann naut þess að sjá þau vaxa úr grasi og stofna sínar eigin fjölskyldur. Því Ólafur og Guðmunda voru samrýnd hjón, fóru mikið saman til berja, nutu útivistar og ferðalaga. Máltækið segir að það sé engin rós án þyrna. Gleðin og sorgin eru hluti af lífinu. Guðmunda Jóna Benediktsdóttir, eiginkona Ólafs, lést í nóvember 1990 eftir erfið veikindi. Var fráfall hennar Ólafi mikill harmdauði. Guðmunda Jóna var jarðsett í Hnífsdalskirkjugarði og þangað liggur leið okkar og eftir. Ólafur hélt í fyrstu heimili með yngsta syni sínum en svo leið tíminn. Hann var einn á Heiðarbrautinni og Ólafur átti heima í húsinu sínu í 70 ár eða þar til á síðustu páskum. Ólafur hélt dagbók sem hann skráði í ýmsa hluti, hann las bækur og hann hlustaði mikið útvarpið. Það var síðastliðið vor sem heilsu hans fór að hraka. Hann lagðist fyrst inn á sjúkrahúsið en síðan flutti hann sig yfir á hjúkrunarheimilið Eyri. Ekki var Ólafur Friðbjarnarson búinn að vera marga daga á Eyri þegar hann komst að því að stóra hurðin út á stéttina væri með ónýtar lamir. Og auðvitað vildi hann strax skipta lamir. Eins vildi hann líka gera við gluggann á herberginu sínu. Því hann var ekki vanur því að sitja með hendur í skauti og bíða eftir því að aðrir gerðu hlutina. Þannig var hann samur við sig alla tíð. Ólafur Friðbjarnarson fékk hægt og friðsamt andlát. Hann kvaddi þennan heim þann 5. febrúar síðastliðinn. Ástvinir Ólafs þakka auðsýnda vináttu og samhug og þau bjóða til erfidrykkju hér í safnaðarsalnum að athöfn lokinni. Ég les upp kveðju. Kristján Freyr sendir sínum kæra vini Smára Ólafssyni hlýjar kveðjur við fráfall Ólaf Friðbjarnar og þakkar fyrir ljúfar æskuminningar í húsi Óla og Mummu. Smára, Ingibjörgu, Benedikt og fjölskyldum eru færðar innilega samúðarkveðjur frá systkinunum á Heiðarbraut 7. Kistan hans Ólafs sveipuð íslenska fánanum líkt og þið sjáið. Blái litur fánans minnir okkur á himinbláman og hafið bláa, hafið. Hvíti liturinn vísar til fannanna og snjóskaflana sem enn eru hér í hlíðunum og rauður krossinn í miðju fánans minnir okkur á eldinn í iðrum jarðar og eldandan sem brennur innra með okkur. Íslenski fáninn krossfáni vegna þess að við erum kristin þjóð. Saga þjóðarinnar og menning mótuð af kristinni trú og kenningum. Og íslenski fáninn eins og hlý ábreiða á kistunni, ábreiða sem veitir skjól. Þegar Ólafur Friðbjarnarson var skírður, var vatn sett á höfuð honum og hann var syngdur bæði á ennu og brjóst. Þannig var hann helgaður Guði. Krossmarkið helgaði hann og verndaði og englarnir voru beðnir að vaka yfir honum.
ókomna framtíð. Þegar við hér á eftir stöndum út í Hnífsdalskirkjugarði og leggjum Ólaf Friðbjarnarson til hinstu hvílu, þá getum við hort með augunum út á djúpið og handan þess blasir Grunnavíkin við, þar sem Ólafur fæddist og hóf lífsgöngu sína. Þar var hann syngdur við skírn og endra nær. Og þegar við leggjum hann til hinstu hvílu, þá munum við signa yfir gröfina. Krossinn er þannig upphaf og endir alls, en hann er líka tákn fyrir nýtt líf, eilífa lífið hjá Guði. Og upprisa frá dauðum til eilífs lífs merkir einmitt þetta, að látin lifi og ástvinir verði saman á ný. Það er hin kristna von, og í þeirri von er hvatt hér í dag. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálparreiði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf þínum Ísrael. Við skulum biðja. Himneski Guð, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir vonin eilíft líf sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lít þú í náð til Ólafs Friðbjarnarsonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Blessa minningarnar hann og vert okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varveitt okkur í trúnni á þig, svo að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu.
allar bænir okkar. Felum vér í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Ólafur Friðbjarnarsson, að jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líknir lifa. Amen.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.